Þetta seinni hlutinn á lausnum á dæmi 7 og dæmi blaði 4. Við byrjum hér á dæmi 4. Lið 4 í þessu dæmi. Nei, lið 5. Þar stendur leysið upp afskiptisverkefnið. Uppslón diffrað er jafnt á sinus af x plus x í öðru og uppslón af pi er jafnt á 0. Ok, hér erum við með diffurjöfnu og það er frjáls aðferð hvaða aðferð við notum til að leysa diffurjöfnuna. Ef við skoðum þessa diffurjöfnu þá sjáum við að þetta er einfaldasta diffurjöfnu sem kemur hitt. Hér er eitthvað fall diffrað er sinus af x plus x í öðru. Hér er bara fall af x hægra megin. Þannig að við getum sagt að þetta er diffurjöfnu á forminu uppslón diffrað er jafnt á eitthvað fall af x. Sem stendur bara hérna, finnið fall sem er þannig að þegar ég diffraða þá fæ ég sinus af x plus x í öðru. Ok, það við megum sem sagt bara helda. Þannig að lausnin hérna er uppslón er heldið af sinus af x plus x í öðru. Við heldum þetta að fá við cosinus af x. Cosinus diffrað verður mínus sinus, þannig að við þurfum að taka mínus cosinus af x plus 1/3 x í þriðja plus einhver fasti k, heldunarfasti. Þannig að ef við setjum þetta upp með jafngild merkja milli þá segjum við uppslón er jafnt og þetta. Og þetta er almenna lausnin á diffurjöfnunni. Og við sjáum ef við diffrum þetta þá fáum við cosinus diffrað mínus sinus plus x í öðru þegar við diffrum þetta. Og það er sannlega þetta hérna fall. Þannig að diffurjöfnun er uppfyllt. Nú þurfum við að sjá til þess að upphafsskilið sé uppfyllt. Segjum uppslón af pi er eftir 0. Segjum við mínus cosinus af pi plus 1/3 pi í þriðja plus k er eftir 0. Ok, við ætlum að einangra k í þessu. Við segjum við fáum mínus cosinus af pi, það er bara 1 og við fáum k er jafnt og ég ætla að einangra 1, þannig að ég fæ mínus 1 mínus 1/3 pi í þriðja og ég reynir bara að hafa þetta sem pi í þriðja, við reiknum ekkert út úr þessu, við erum að hafa þetta eins nákvæmt og við getum. Þannig að lausninu upp á skildisverkefninu er uppslón af x er jafnt og mínus cosinus af x plus 1/3 x í þriðja mínus 1 mínus 1/3 pi í þriðja og það er lausnin. Þessi lausn hefur formengið öll x. Tökum næsta lið. Það er liður númer 6. Það stendur leysið upp á skildisverkefnið. Uppslón diffrað mínus uppslón er jafnt á 0 og uppslón af 0 er jafnt á 7. Ok, hér getum við að fara að reyna að skoða þetta sem diffurjöfnu, fyrsta stigs línuleg diffurjöfnu með pi af x jafnt á mínus 1 og q af x jafnt á 0. Maður getur líka séð að hér er auðvelt að aðskilja breytistærðir ef við umskrifum jöfnuna í uppslón diffrað á ypsilon, en engin ástæða til að aðskilja breytistærðir af því að þetta er einfaldasta diffurjöfna sem við getum hitt fyrir utan þess að sem var með á undan. Hér stendur eitthvað fall diffrað er fallið sjálft og við þekkjum lausnina á þessu. Þetta er nefnilega diffurjöfna á forminu uppslón diffrað er þá k sem uppslón þar sem k er 1 og við vitum að lausn á svona diffurjöfnu er alltaf uppslón eftir á e-veldinu og nú þurfum við að hafa pláss fyrir fastan, stöfund út, einhver fasti c sem e-veldinu kx. Þannig að lausnin á þessari, hún bara gefin, við sjáum strax að lausnin á þessu falli, eigum að sjá, uppslón er jafnt á einhver fasti sem e í x-ta. Af því að ef ég diffra þetta fall hérna, c sem e í x-ta, þá fæ ég sannarlega aftur bara c sem e í x-ta. Nú þurfum við að sjá til þess að upphafsskilyrðið sé uppfyllt. Þannig að segja uppslón af 0 er jafnt á 7. Það meðferðir að c sem e í 0 á er jafnt á 7. Sem sagt er c jafnt á 7 af því að e í 0 er 1. Þannig að lausna upp á skildisverkefninu er uppslón af x er jafnt á 7 sinnum e í x-ta. Það segja, ef við skoðum þetta hérna, ef við myndum diffra 7 sem e í x-ta, þá myndum við fá bara 7 sem e í x-ta
og svo myndum við draga frá 7 sem er í extra og fá út 0. Þannig að diffurjöfnun er uppfyllt og uppáskýrur er uppfyllt af því að 7 sem er í 0 er sannarlega 7. Þannig að við getum vissum að þetta sé lausn á uppáskýrlisverkefninu. Þetta var þægilegt, þannig að gott að þekkja þessar einföldu diffurjöfnur, það sparar okkur tíma. Nú kemur við verkefnið. Leysið diffurjöfnuna. Diffrað er jafnt á veldinu deilt með x pluss deilt með x. Ok, þessi diffurjöfna. Það er hægt að greina hana líka á ýmsan hátt, en hér er þægilegt að nota að þetta er einsleit diffurjöfna. Nú er hægt að skrifa hana á forminu er jafnt á eitthvað fall af deilt með x. Sjáðu hér get ég gert breytiskiptin er jafnt á deilt með x og hér get ég gert breytiskiptin er jafnt á deilt með x. Þetta er einsleit diffurjöfna. Á ensku homogeneous. Ok, við gerum breytiskipti. Og í einsleitu diffurjöfnum gerum við alltaf sömu breytiskiptin er jafnt á deilt með x. Svona. Ok, það er hægulegur að gera það hérna hægra megin í jöfnunni, en við þurfum líka að gera það vinstra megin. Þannig að hér skrifa ég úr því að er jafnt á deilt með x, þá vitum við að er jafnt á sinum x. Nú vantar mig að vita hvað diffrað er miðað við nýju breytiminna Þannig að þessi diffrað, og það er það sama á sinum x diffrað, sem er diffrað sinum x, pluss ódiffrað sinum x diffrað sem er 1. Ok, þannig að ég get núna sett inn í diffurjöfnuna mína. Við segjum diffrað, það er diffrað sinum x pluss Það er jafnt á í veldinu pluss Ok, þetta er núna nýja diffurjöfna mín og hún er þægilega því leytinu að í þessum diffurjöfnum er alltaf hægt að aðskila breytistærðir. Nú dreg ég frá báðum megin í jöfni, þá stendur diffrað sinum x er jafnt á í veldinu Ok, nú ætla ég að leysa þessa diffurjöfnu. Segi ég dx er jafnt á sinum x er jafnt á í veldinu Ok, aðskil breytistærðir, þá segi ég veldinu mínus du. Þetta verður hérna hjá mér, kannski aðeins og líkt fjarska, pröfum að breyta þessu. Veldinu mínus du er jafnt á 1 á móti x dx. Þannig að ég margfaldaði með í veldinu mínus í gegn, ég deildi með x og ég margfaldaði með dx. Og fyrir ykkur sem er ekki alveg viss á algebrunni, bara gera þetta í færri skrefum. Ok, nú er ég komið með allt sem hefur með að gera vinstra megin og allt sem hefur með x að gera hægra megin. Ég er sem sagt búin að aðskilja breytistærðirnar. Þannig ég helda hérna. Það fæ ég mínus í mínus þegar ég helda þetta falli hérna og ég fæ ln af x pluss k. Ok, nú langar maður að vita hvað er. Þannig ég ætla að einangra hérna í þessari jöfnu. Ég ætla að byrja á að margfalda gegn með mínuseinum. Þetta er jafngilt, þetta er sannlega líka jafngilt að veldinu mínus sé eftir mínus ln af x mínus k. Hér mætti maður skipta út fyrir nýjan fasta, það skiptir ekki allir máli. Ok, ég ætla að losna við mitt, ég ætla að einangra jöfnunni. Það er ekki ln báðum megin og þá verð ég að taka ln af öllu vinstra megin og ln af öllu hægra megin, komst ekki alveg fyrir hérna. Þannig að ég fæ mínus er jafnt á ln af mínus ln af x og þetta átti að vera tilgildi mínus k. Þannig að er jafnt á mínus ln af mínus ln x mínus k. Og núna er ég komið með lausnina en mér langar auðvitað að vita hvað er. Og við munum að var deilt með x, þannig að ef ég smelli því inn í jöfnuna mína, þá fæ ég þetta er jafnt á deilt með x, þannig að er jafnt á mínus ln af mínus ln af x mínus k sinnum x. Og þetta er lausnin hérna.
Þá einn liður eftir. Það liður 8 í dæmi 7. Og það lítur svona út y diffrað mínus y deilt með x er jafnt á mínus y þriðja deilt með x. Og við sjáum að þetta Bernoulli-jafna. Við sjáum það út af þegar y í þriðja veldi hérna. Bernoulli-jafnan var y diffrað pluss hvað er þetta? P af x P af x y er jafnt á r af x sem y í veldinu alfa og alfa mátti ekki vera 1 í þessari jöfnu. Já, við erum svo með Bernoulli-jöfnu og ætlum að leysa þetta hérna jöfnu sem Bernoulli-jöfnu. Við byrjum á að gera breytiskipti. Við gerum alltaf sömu breytiskipti með Bernoulli-jöfnu. Við segjum, gerum breytiskipti. Og breytiskiptinu alltaf vaff er jafnt á y í veldinu 1 mínus alfa. Alfa hjá okkur hérna, sjáðu það veldið á y, hægra megin. Veldið 3, þannig að hér vaff jafnt á, við skulum vanda þetta vaff betur. Sem vaff er jafnt á y í veldinu mínus öðru. Þetta jafngildi og þurfum að passa það í lokin að y er jafnt á vaff í mínus hálfta eða það gengur auðvitað líka að y sé mínus vaff í mínus hálfta. Því erum annað veldi hérna. Ok, við gerum þessi breytiskipti. Við þurfum að gera breytiskiptin, það þurfum að gera það bæði vinstra megin og hægra megin. Lítið mál að gera það hérna og setja í þriðja og hérna, en þurfum að vita hvað y diffrað er. Til að vita hvað y diffrað er, segjum við y diffrað. Það er jafnt á vaff í mínus hálfta diffrað. Ok, til að diffra þetta fall, þá segi ég það er mínus hálfur, sem er vaff, það sem ég dreg, veldinu það sem ég dreg 1 frá hérna, þannig að það er mínus 3 aðrir, og svo fæ ég innra fallið diffrað, það er vaff diffrað. Og þá er ég komin á til að setja inn í vinstri hliðin á diffröfnum minni, sem er hérna. Ok, nú set ég inn í diffröfna. Það diffröfnan var y diffrað mínus y deilt með x er jafnt á mínus y í þriðja deilt með x og við ætlum að gera breytiskiptin í henni. Við segjum vinstra megin með mínus hálfur sem er vaff í mínus 3 aðrir vaff diffrað mínus bara vaff óbreytt hérna inn þannig að það var vaff í mínus hálfta deilt með x og vaff í mínus hálfta hérinn var mínus vaff í mínus hálfta í þriðja deilt með x. Ok, nú vil ég einfalda þessa jöfnu til að losna við stuðlunina við vaff diffrað. Þannig að ég byrja á margfalda með mínus 2 í gegn. Það gerir þetta í 2 skrefum. Margfalda í gegn með mínus 2. Það er mínus 2 sem mínus hálfur hérna. Þetta er til þess að losna við mínus hálfur, annað fæ ég 1. Það er vaff í veldinu mínus 3 aðrir vaff diffrað. Svo fæ ég pluss 2 sinnum 1 á móti x sinnum vaff í mínus hálfta og ég fæ jafnt og pluss 2 sinnum, og það þarf ekki að skrifa plussinn, pluss 2 sinnum margfaldann hérna lið með 2 pluss 2 sinnum 1 á móti x sinnum vaff í veldinu, ég ætla að margfalda saman hérna munum veldaregluna, það eru vaff í mínus 3 aðrir. Ok, ég held það fram, ég langar að hafa vaff diffrað með stuðlun 1 hérna, þannig að ég margfalda með vaff í veldinu 3 aðrir. Þannig þá fæ ég 3 aðrir, mínus 3 aðrir veldi hérna, það er 0, það er bara 1. Þannig fæ ég vaff diffrað pluss 2 sinnum 1 á móti x sinnum vaff í veldinu 3 aðrir mínus hálfur, þannig að þetta er bara vaff er jafnt og 2 sinnum 1 á móti x
sinnum vaff í mínus 3 aðrir sinnum vaff í 3 aðrir, það akkurat 1. Af því það núlltaveldi. Okay. Nú ég komið með þessa diffurjöfnu. Þetta diffurjöfna sem fyrsta stigs línuleg diffurjöfna. Og það sniðað við þessi breytiskipti við byrjum nú í jöfnu að við fáum alltaf fyrsta stigs línulega diffurjöfnu. Við erum með diffurjöfnu sem á forminu vaff diffrað pluss eitthvað fall af x sinnum vaff jafnt á eitthvað fall af x. Okay, þannig að þetta hérna 2 á móti x p-ið mitt og 2 á móti x líka q-ið mitt. Tilviljun að þetta sé sama fallið. Ok, við ætlum að finna heildunarþátt. Skiptum aftur yfir svarta hérna. Heildunarþátti kallum við μ og það í veldinu eitthvað stofnfall af p-x, eitthvað stofnfall á 2 á móti x dx. Skrifa þetta svona því við megum velja hvaða stofnfall við notum. Ok, til að heilda 2 á móti x þá fæ ég 2 sinnum ln af tölugildinu af x. Nú ætla ég að einfalda þetta, þá sé ég þetta veldinu ln af tölugildinu af x í öðru veldi. Af því þá get ég sagt veldinu ln af tölugildinu af x, það bara tölugildið af x og svo í mannaveldi og tölugildið af x í öðru þetta bara x í öðru, við getum verið vissum að þetta verði eitthvað sem plústala. Þetta verður sama tíma talan hvort sem ég tek tölugildið eða ekki. Það hverfur ekki, það bara óþarfi. Margfaldi gegn með heildunarþátti. Ég ætla að setja margfalda þessa diffurjöfnu hérna gegn með x í öðru. Ég getur fært það bara smá niður. Það ég x í öðru x í öðru vaff diffrað pluss 2 sinnum x í öðru deilt með x, það verður 2x sem vaff jafnt og 2 á móti x sinnum x í öðru verður aftur 2x. Núna, þegar ég búin að margfalda gegn með heildunarþættinum, þá á diffurjöfnuna mín að vera þannig að ég geti skrifa vinstri hliðina sem breyta mín sinnum heildunarþátturinn og það diffrað. Og það get ég sannlega hér að því að vaff diffrað sinnum x í öðru ódiffrað, það fyrsti liður mín hérna og vaff ódiffrað sinnum x í öðru diffrað, það akkurat seinni liðurinn. Þannig að við sjáum að þetta 2 jafngildar jöfnur. Og nú ég búin að breyta Bernoulli-jöfnu minni í fyrsta stigs línulega jöfnu og fyrsta stigs línulega jöfnu minni í eitthvað fall diffraðir eftir fall af x. Þannig ég ætla að trappa mig niður í eitthvað sem ég þekki og þá má ég heilda 2x. Og það hæfileikur, það x í öðru pluss einhver fasti k. Þannig að ég deili gegn með x í öðru til að fá hvað vaff Vaff x í öðru deilt með x í öðru, það 1 pluss k deilt með x í öðru. Ok, nú ég komið hvað vaff var í línulegu diffurjöfnunni sem ég var komið hér. Og það sem ég vildi leysa, það var Bernoulli-jöfna mín sem var hérna. Þannig að ég þarf að gera breytiskipti tilbaka. Ég þarf að gera breytiskipti mín að vaff jafnt á y mínus öðru því mér langar að finna y. Það breytan í upprunalegu jöfnunni. Það ég segi, nú ég með, þetta jafnt á y mínus öðru afsakið jafnt á 1 pluss k á móti x í öðru. Þá við komið hvað y Við viljum vita hvað y þannig ég segi, ég tek mínus hálftirótuna, þannig að ég fæ 1 pluss k á móti x í öðru í veldinu mínus hálfta og því að taka rótina þá erum við að taka pluss mínus og við tölum líka þetta í byrjun þegar maður muna eftir þessu. Þá við komið lausnum í hérna. Þetta fall uppfyllir Bernoulli-jöfnuna. Þessa jöfnu sem við byrjuðum með hérna. Þannig að Bernoulli-jöfnunar, við gerum breytiskipti sem alltaf á þessu formi og við þurfum fyrst að læra að þekkja þær, að við séum að það á þessu formi hérna, hægra megin y í veldinu eitthvað. Þá erum við með Bernoulli-jöfnu og það á þessu formi. Þá gerum við alltaf þessi breytiskipti. Breytiskiptin gerum við báðum megin við jafnaðarmerkið. Þá
þá breytum við henni í fyrsta stigs línulega diffurjöfnu, þannig að mikilvægt að kunna leysa fyrsta stigs línulega diffurjöfnuna. Þar leysum við með að finna heildunarþátt og heildunarþátturinn á að vera þannig hannaður að heildunarþátturinn sem vaff diffrar á að vera jafnt á vinstri hliðin þegar við erum búin að margfalda í gegnum heildunarþættinum. Þá getum við heildað, gert breytuskipti tilbaka og einangrað öxlun.